Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Trúmál, það eitthvað sem að við ætlum aðeins að reyna að snerta á hérna allavega í dag og vonandi eitthvað næstu daga því að það hefur borið á því að kirkjusókn ungra drengja hefur aukist til muna að minnstu kosti samkvæmt fréttum RÚV. En hjá mér eru komin Inga Auðbjörg Strömland frá Siðmennt og Karl Héðinn hérna frá Díamat. Verið velkomin, þeir eru erindrekar eða páfar eða prestar? Takk, já, eitthvað slít, þú mátt kalla það sem við. Já. Ég formar? Já, fráfarandi formaður, Siðmenntar. Þú tilkynntir... Ég var alveg til í að vera svona dregi. Já, það rosalega flott að vera dregi, já. Þú tilkynntir bara í gær, var það ekki, fyrradag, sem sagt, já, það að þú hefðist ekki gefa kost á þér á framsýn. Já, það hefur svo sem ekki verið neitt leyndarmál. Ég tilkynnti það þegar ég bauð mig fram til endurkjörs fyrir 2 árum að þetta yrði mitt síðasta kjörtímabil, ég í bili. Ég ætlaði rauninni kannski bara að vera 2 kjörtímabil og vera 4 ár en svo fannst mér allt í lagi að sýna mér þá mildi að COVID hefði nú kannski haft alveg svona svolítið ígrip í mína formannstið og sagði það þá á aðalfundi þannig að öll sem að mættu þangað þau vissu nú alveg af þessu, ég hef alveg sagt fólki frá þessu en ákvað svona að setja þetta út í atmosið helgina líka bara til að sjá hvort að myndi ekki ykkur bjóða sig fram þá. Akkurat. Karl, ertu búinn að fylgjast með umræðinu ungu drengina? Nei. Nú ert þú ungur maður hjá Lífsskoðunarfélagi. Það kirkjan sækir á. Þurfum við eitthvað að fara að spýta í lófana svona gagnvart ungdómnum? Já, það finnst mér. Mér finnst það eiginlega ekki endilega góða fréttir en þó getur maður ekki sagt endanlega allt með vissu alveg sko. Þú veist, ég meina kannski fara eitthvað gott úr því sem það ekki að fá annar staðar. Ég meina kirkjur og samkomustæðir hafa alveg þjónað góðu hlutverki í gegnum tíðina stundum þó auðvitað við í dialektískri efnishyggju við svona áttum okkur á kannski hlutverki skipulagðara trúarbragða í svona stétta átökum meðal annars og reyndar svona persónulega tel ég að þú veist þú horfir á það sem Jesú skrifaði og sagði að það samræmist bara eiginlega ekki á neinn hátt skipulögu kirkjustarfi eins og við höfum þekkt alveg bara frá því að Konstantín þú veist setti niður fyrstu biblíuna en mér grunar samt að fólk sé að leita í eitthvað það vantar eitthvað svona samfélag en mér finnst frekar miður ef það að fara í kirkjuna frekar en að fara í Siðmennt eða Díamat eða eitthvað slíkt sko ég vona allavega að fólk sé ekki að fara að detta í eitthvað svona kreddu trúarbragða rugl hreinlega, ég menna, þú veist, við eigum að vera komin aðeins lengra með það, þú veist, það er þetta iðka trúarbrögð og vera í samfélagi á þannig en gagnrýnin hugsun gríðarlega mikilvæg. En hversuna teljið þið að ungi drengir séu að einmitt sækja í kirkjuna núna? Af hverju núna? Við sjáum náttúrulega bara svona ákveðna kannski sveiflu íhaldssemi í öllu samfélaginu, bæði innanlands og utan og þetta getur verið þáttur í því en ég held að TikTok heyrismanni á þessari þáttagerð allavega að spili þarna frekar stórt hlutverk þeir allir að fylgja einhverjum svona trúarlegum áhrifavöldum og mér finnst alveg bara yndislegt ef að þeir finna þarna einhvern stað sem að þeim finnst þeir tilheyra og þeir hafa eitthvað að gera fyrir vinahópin og sunnudagsmorgnum það hljómar alveg rosalega vel en það svona kannski undirliggjandi smá tótsamt af kannski viðhorfum sem eru svona örlítið kreddukendari heldur en kannski hinn íslenska þjóðkirkja hefur málað sig upp fyrir svona síðustu árin sko. Ég sé ekki alveg að þetta muni halda áfram til lengdar yfir ykkur áratugi. Ég get ekki alveg séð að þróunin geti farið tilbaka á eitthvað mikið sko. Þjóðkirkjan eigi eftir að fá aftur tilbaka týndu sína mér datt ekki í huga hinsegin réttindi gæti einhvern veginn slæta tilbaka þau hafa gert það, mér datt ekki þú veist það er svo margt sem að slæta það er fyrir punktur, hver veit hvað gerist Nú ræddi ég þetta aðeins við úlinginn á heimilinu og að því að ég var að velta þessu mikið fyrir mér hún vildi meina það þetta væri nú einmitt, þetta væri svolítið svona einangráður hópur og þessi
félagskapur væri svona tilkomið vegna þess að þeir væru farnir aðhyllast einmitt þetta, þú veist, þetta sem kallað trad wife, þeir ætla að fá sér þú veist, traditional wife sem að bara eldar og þrýfur og þeir séu rauninni búin að finna skjól inn í kirkjunni sem að áhugavert sérstaklega í ljósi þess að okkar nýji biskup er nú ekki beint svona íhaldsum. Engin tradwife. Hún er engin tradwife, sko. Þannig að, já, þetta er svona, já, þetta er áhugavert allt saman. Sjáu þið fyrir ykkur að þið eigið eftir að gera, fara í einhvers konar aðgerðir til þess að ná krökkunum sérstaklega? Sko það er fyrst að áhugin til staðar sko, fyrst að það vantar fæstir beinlega krakkar, þetta eru ungir kallmenn svona á menntaskóla aldri og Siðmyndir hefur í rauninni ekki mjög margt upp á að bjóða fyrir þennan hóp og ég sé ekki þetta endilega fyrir mér að það sé næsta stefnusgráin okkar að fara að þjónusta þennan hóp. Við eigum bara fullt í fangi með þá þjónustætti sem við erum að starfrækja, sem eru þá fermingarnar og athafnirnar og svo bara innra félagsstarf. En við bjóðum náttúrulega upp á eitthvað fyrir börn, sko, sem annar hópur, sem eru fermingarfræðslan. En sú fermingarfræðsla ekki, sko, það fylgir henni ekki kannski beinleinis neins konar trúboð eða boðskapur að þú sért einhvern veginn betur hólpin innan siðmenndar heldur en einhvers staðar annars staðar, aðalega bara svona mannréttinda og siðfræði fræðsla. Þannig að ég veit það ekki. Ég held að fókusin verði kannski meira á hluti eins og tilvistaráðgjöf, sálgæslu og slíkt hjá okkur. En hver veit, ég verði ekki formaður eftir mánuð, þannig að kannski þetta bara aðal takkja toppur, sko. Já, á vissan hátt að þetta kannski mjög mikilvægt að ná til þessa hóps. Það stundum talað að sé svona einmanna leika krísa hjá kallmönnum mörgum og þetta, þú veist, ef við horfum bara reynum að horfa á, þú veist, orsakir þess sem að gerast, að þá ykkur vanlegan hana, það ykkur svona útskúfun og upplifun að maður sé ekki alveg partur af samfélaginu og kannski líka mikill vilji að finna einhverja meiningu í frekar meningslausum heim sem virðist ekki, þú veist, standa fyrir neitt, það engin svona sterk gildi í gangi, það bara, þú veist, framapot og svona mikil spilling sem bersýnileg öllum augum, þannig að kannski eru menn að leita í einhverja svona staðfestu, sko, en ég sé ekki alveg að það muni geta haldið sess. Ég held bara að fólk geti ekki alveg farið tilbaka í það að trúa, þú veist, hér allavega á Íslandi, að fara að trúa svona svolítið bókstaflega og taka upp þessa hluti eins og þau voru áður. En þó eins og þú nefndir í Bandaríkjunum sjáum við mikið bakslag í þessu og mikið af fólki að verða alveg bara snældu, sko. Þú veist, það að taka þessa 1500 ára gamla texta og bara taka þeim bókstaflega, þú veist, og það ekki einu sinni eins og Chris Hedges sem blaðamaður í Bandaríkjunum og líka prestur reyndar og kemur svona úr vinstri kirkjunni í Bandaríkjunum sem eiginlega dauð núna, sko. Hann hefur farið og reynt að tala við svona hægra kristnaliðið í Bandaríkjunum sem þú veist, með þessa TV evangelicals, þú veist, allir í gulli, lúxus og engaþotur og slíkt, sko. Og hann talaði við fólk þarna og þau eru að vitna í eitthvað svona eitt og eitt úr Biblíunni, en hann segir frá því að þú veist, þau hafa augljóslega ekki lesið Biblíuna, þau eru bara með, þú veist, þau eru búin að velja eitthvað svona ákveðna parta og eru bara að vitna í það, sko. Ég sé það ekki gerast hér, við erum ekki eins, þú veist, þetta ekki eins slæmt ástand. En svona upp á félagslega aspektið, því að nú sko kirkja eða lífskoðunarfélag eða hvernig sem á það litið, það ákveðin vöntun á félagslegu einhverju svona tómstundaúrræði fyrir þennan hóp, þetta ungt fólk, hvað þetta, 16-20 ára, 24, 25, eitthvað svo leis. Og nú virðist kirkjan vera búin að opna sína dyr, pláss fyrir önnur félög þarna, þú veist, eða hvernig getum við gert betur í þessum efnum og ég meina, af hverju þetta mikilvægt? Af hverju þurfum við að hittast? Já, síðferði mjög mikilvægt og samfélag gríðarlega mikilvægt og þú veist, það að verða meiri svona atómsvæðing, þú veist, einstaklingshyggja og við erum í tölvum og sittum í tölvunum og erum á samfélagsmiðlunum og almannarýmin eru kannski að verða færri eða ekki eins aðgengileg, þú veist, þú þarf alltaf að borga eitthvað inn til þess að fara inn í eitthvað félagsrými, þannig að gera slíkt er hann góða og vonandi bara við fjölbreytt
í boði líka, það þarf að vera fjölbreytni, fólk alls konar, en það verður að vera eitthvað til staðar en líka bara þessi spilling og svona niðurrif og ekki svona skýr sameiginleg gildi, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að ræða og vinna í. Já, ég held að það sé auðvitað mikilvægt að tilheyra og það ólíkt því sem að var í gamla daga, þá var ekki mikið framboð af neinum stöðum, þú bara fórst í kirkjuna eða svo fórst í Framsóknarflokkinn eða Sjálfstæðisflokk og þú þarna varst bara með þínum nú hittur fólki á Þorrablóti sko. Núna endalaust framboð og það líka fyrir tilstilli internetsins, það svo auðvelt að koma á framfæri öllu sem að þú hefur upp á að bjóða og það auðvitað alls konar, en það ekki allt hjálplegt, það ekki allir þessi vettvangar mjög hjálplegir og ég held að sko það geti komið fólk á óvart hvað það eru margir vettvangar eins og þessi sem múst að draga upp myndina af Bandaríkjunum, svona eldræður og slíkt, það bara svolítið af svoleiðis trúfélögum á Íslandi sem eru starfandi en engin einhvern veginn kannski fylgist með eða veit og það mjög merkilegt að horfa, það hægt að skoða Reykjavík United og allt þetta á internetinu og svona, það eitthvað veruleiki sem mjög fjarri mér og ég held að þjóðkirkjan, sko miðað við þessi viðhorf sem að þessir drengir voru að lýsa ekkert vissum að þjóðkirkjan verði endilega svona lokapunkturinn þeirra, þú veist, kynlíf fyrir hjónaband og eitthvað svona sem að Íslenska ríkiskirkjan löngu hægt að tala þá finnst mér nú líklega að þeir færi sig þá í söfnuðina sem eru ansi svona, strangari hugmyndafræði en auðvitað ætti sko framboðið af góðum stöðum til að tilheyra að ná til þessara ungu manna og við sjáum það bara að það verið einhvern veginn að loka ungmennahúsum, það verið að loka þeim helgar, akkurat þegar greinilega þessi þörfi til staðar og þannig að ríki og borg og bæir eru einhvern veginn kannski að draga í land með fallega jákvæða íverustæði mjög undarlegt og þá frekar treysta á annars konar ríkisbatteri sem þjóðkirkjan sem samt einhvern veginn bara fyrir eina sneið af þjóðfélaginu þannig að mista skrítin forgangsröðun, ég myndi frekar vilja sjá peningana í staðina sem eru fyrir alla Já, þetta einmitt að því að nú hefur þjóðkirkjan, nú hefur oft verið að talað aðskilna ríkis og kirkju og svona, telja að þetta muni hafa áhrif á það samtal bara einhverju, ég meina ef að Hvað þetta margir drengir? Já, það svo það, sko, það hefur ekki alveg fyllt sögu hversu margir, aukningin en hún einhver, við vorum nú að rýna hérna í einhverjar tölur frá því fyrra allavega, frá Siðmennt Já, óbyrtar niðurstöður Siðmenntar sína meiri trúrækni, sem það fleiri sem að velja að þau séu trúuð í þessum aldurshópi 18-29 ára heldur gerði það fyrir 5 árum síðan og það merkilegt en ég get ekki greint það niður á kyn sem að vera mjög áhugavert en kannski geti komist að þeim upplýsingum auðvitað mun kirkjan nota þetta sem sko röksemdafærslu fyrir því að fá frekari fjárútlát og þau náttúrulega ræða mjög mikið sko leiðréttinga á sóknargjöldum að þeim samkvæmt þeirra mati einhvern veginn búið að ganga fram hjá þeim í mjög mörg ár hækkanir sem hefði átt að eiga sér stað og auðvitað munu týna þetta til en hvort að yfirvöld fara að forgangsraða og þannig ég veit það ekki en við erum með íhaldsamari stjórnvöld eða íhaldsamara alþingi núna heldur en var fyrir kosningar þó að maður kannski deilum að stjórnvöldin sjálf ríkisstjórnin sé það en það er bara mjög spennandi að fylgjast með mínum svona jafnöldurum sem ég tala við þá finnst mér eiginlega að flestir segjast vera sko trúaðir þannig en þau eru ekki kristinn eða múslimar eða hitt eða þetta en þau svona einhvern veginn trúa eitthvað skonar æðri mátt eða eitthvað finnst eitthvað að vera svona þú veist maður vonar að það haldist frekar en að verði einhver svona ein bein stefna og eitt trúabræð sem einhvern veginn nær yfir höndinni Ég náttúrulega bara hefur löngu náði yfir höndinni en ég er að meina í þessari þróun þú veist, öll mega bara trúa því sem þau vilja svo lengi sem að það skadar ekki önnur en það voru alveg elementi í þessum viðhorfum þessar unga drengja sem ég hef ágjur af Já, hvaða element nákvæmlega? Sko þeir sko mismunandi viðmælendur voru alltaf að vitna í Jóbsbók ég engin sérstakur aðdáandi Jóbsbókar þar sagt, maður sem að Guð einhvern veginn að testa og refsa í einhverju samkeppni við djöfulinn og hann einhvern veginn
ákveður samt að styðja sinn guð og þeir, sko, ungu mennirnir svolítið lýstu allir þessu, sko, já, og svo á maður bara að leggjast niður og láta labba yfir sig í samfélag þar sem mér líður eins og við höfum öll að standa upp og berjast og mótmæla óréttlætunum, hvort sem það er fyrir okkur eða önnur sem að búa hérna á jörðinni eða náttúruna eða eitthvað slíkt. Þannig að kannski þau viðþorf og svona bara þessi íhaldssömu viðþorfum mér er alveg sama þó fólk vilji ekki stunda kynlíf fyrir hjónaband, það er bara allra eigin ákvarðanatökur réttur, en þegar það er komið af einhverju sko einhverju svona external lind þá er það einhvern veginn orðið pínu óþægilegt finnst mér. En þetta, þú veist, þegar þú segir Book of Job þá dætt mér beint í hug bara Jordan Peterson, kanadíska sálfræðingin sem hefur vakið mikla athygli að hann er ofta að vitna í einhverjum svona biblíusögur, sko, en svo, þú veist, margt eins og þessi saga Job, að það er kannski, ef maður lítur á hana á jákvæðan hátt og þá, þú veist, og maður fer kannski í stóu spekina að þá, þú veist, væri þetta túlkaði kannski þannig að þú veist, átt að tilbiðja Guð þinn eða fylgja þínum Guði, gera það sem er rétt. Stóu spekingarnir myndu tala það þannig, að gera það sem er rétt og það eru tvö gildiskerfi í raun, þú veist, það er eitt sem er æðra og svo er annað sem er neðra og það væri til dæmis, þú veist, mér langar í Lamborghini, þú veist, og það er í svona númer 2, en númer 1 er að ég þarf að sjá vel dóttir mína, þú veist, það er æðra gildismat þar, þú myndir ekki fórna dóttiðinni fyrir Lamborghini, þú veist, ef þú ert að gera það þá ertu að svíkja eitthvað svona virkilega mikilvægt innramið og allan að góð túlkun á þessari sögu, en ég myndi nú bara frekar fara í stóuspekina, er svo einmitt að svona forgangsraða á þennan hátt og hugsa hvað er mikilvægar en annað og þá kannski kemst að einhverju svona niðurstöðu að fara að átta þig á því að það er mjög mikilvægt að halda í sín eigin gildi og sitt eigið siðferði, að svíkja ekki sitt eigið siðferði, hugsa það svolítið út frá þínum forsendum, að því að ef þú gerir það þá ertu að, þú veist, þá ertu að skaða sjálfa þig og þú verður eiginlega aldrei aftur samur ef þú ert svona að ganga virkilega gegn þínu eigin siðferðismati, svo maður náttúrulega deilum það hvað þitt siðferðismat er og hvort það sé alveg komið frá þér, nei það er aldrei þannig, það er alltaf eitthvað í einhverju svona samtengingu við samfélagið og slíkt, en það er margt í bara svona visku hefðum mannkynsins sem er hægt að læra mikið úr og það er engin ástæða sérstök finnst mér til þess að fara inn í einhver eina kirkju og halda einhver ein bók sem er öll svörin, það er bara alls ekki þannig. Já, ég heldur betur. Og er það kannski svona, það sem að, ef þú segir okkur aðeins hérna, Karl-Héðinn, frá Díamant, þetta eru lítil lífskoðunarfélag og hafið núna erindreka sem að gifta eða gefa saman fólk og skýra ef að, það er komið, já. Hvað, segðu okkur aðeins frá Díalektísk efnishyggja, þetta er eiginlega bara svona heimspekileg og lífsskoðun og afstaða að heiminum sem í raun byggir á kenningum Karl Marx og Friedrich Engels og er í raun vísindalega afstaða líka til heimsins, efnishyggja, díalektísk efnishyggja, það er eiginlega vísað til þess að við lítum svo á svona í grófum dráttum að efnislegur raunveruleikinn sé öfluri eða mikilvægur eða meiri áhrifamáttur á heiminn heldur en eitthvað svona huglegt eða hugsjónalegt eins og þú veist að tala einhvern guð sem er þú veist að búa til heiminn og reka áfram heiminn og við lítum svo frekar á að það sé efnisheimurinn sem er í einhverju þróunarferli og er að búa til heiminn í áframhaldandi þróunarferli og þú veist, þróunarfræðin eða þróunarkenningin er að koma fram bara á svipuðum tíma og Marx og Engels eru að leggja fram sínar kenningar svona díalektíska efnishyggju og þeir telja þær einmitt kenningar rýma ágætlega vel af því að þú ert með uppgötun þróunarferlisins eða þróunarkenninguna sem gengur út á það einmitt að þú ert með einhverja lífverur og þær eru ákveðnu umhverfið er að breytast og það býr til ákveðna svona mótsagnir í fyrir lífveruna að þú veist, hún er með nokkrar frumur í einhverju svona frumstæðu auga sem getur numið ljós en er í raun ekki að nema nógu mikið ljós
þú veist, og margar þeirra að deyja út af því, en sumar þróast og breytast þannig að þær geta numið meira ljós og það aðlagar þær betur að aðstæðanum og svo framvegis og mér finnst þetta nú ekki dialektisk efnishyggja, mér finnst það ekki útiloka, þú veist, pælingar svona hugarheiminn og mögulega einhverja pælingar andarheiminn, en svona dialektisk efnishyggja lítur svo á að, þú veist, það er efnið sem að búa til þær upplifanir. Það er mannsheilinn sem að búa til þær upplifanir, þó það sé kannski eitthvað merkilegt eða gott í andlegum upplifunum og ég held að bara margt í sálfræðinni sýnir á vissan hátt fram á að það eru andlegar upplifanir sem við getum eiginlega bara framkallað og stundað og margar athafnir virðast snúast það og ná því fram og svo getur maður rætt hugleiðslu og ýmislegt en svo náttúrulega stór partur í dialektískri efnishyggju líka svona félagslega afstæðan til samfélagsins og hvernig samfélagið að þróast stéttaátök sem eru líka það eru mótsagnir og andstæður í stéttaátökunum og við trúum því að samfélagið líka eins og allt annað í þróunarlegu ferli. Hvernig er þetta frábrugðið siðmennt? Siðmennt, ég meina nú það er engin biblía í siðmennt. Hvað er eitthvað samsvörun með þessu sem að Kalli var að tala um? Já, þetta er fullt af samsvörun. Ég meina húmanismi sem er svona lífskoðunni sem að siðmennt hverfist byggir á mörgu hinu sama, þú veist, þessi félagslega afstæða sem hann var að lýsa að láta sig fólk varða og sína hummingjusemi og tillitssemi gagnvart náttúrunni og slíkt en byggir á þessari svona skynsemi og gagnrýnu hugsun sem að felur í sér að við svona horfum á heiminn með vísindin að vopni en samt líka skapandi augun. Þannig að ég held að við eigum mjög margt sameiginlegt. Við gerum það. Akkur eru þið þá ekki bara í saman félaginu? Við erum marxistar hérna. Við erum sósíalistar. Já, það er meiri pólitískum fræði kannski hjá Díamant. Við svona þú getur verið á hvar sem á pólitíska rófinu til þess að vera í siðmennt. En já, svo slasið því svo öðru. Og við náttúrulega lítum svo að félagshyggjan snýst það að við stöndum með alþýðu fólks og við teljum að þú veist, frá og eins og Engels og þeir lögðu þetta niður á þessinu tíma, mjög framsæknir hugmyndasmiðir og fræðimenn, bæði í efnahagsfræðum og mannfræði og Karl Marx var náttúrulega sjálfur húmanisti á fyrra árum en þú veist að frá bara upphafi siðmenningar eða þegar landbúnaðarbyltingin að byrja úr því verða til stéttir og það var ekki eitthvað sem var til áður í mannkynssögunni og það megnið af mannkynssögunni, þú veist ef að mannkynið 200 ára gamalt eða eitthvað slíkt siðmenningar eru bara 10.000 ára gamlar og þetta er svona einsýn sem Engels kannski leggur fram sérstaklega sjálfur og hann talar í bók sem heitir uppruni fjölskyldunar ríkisins og svona engaeignar og þá vil að meina að þú veist svona náttúrulegt viðmót ef þetta er að tala slíkt hjá mannkyninu þú veist hvernig við þróumst allan að lengst af að við erum meila lífverur sem hannar til að vera í litlum samfélögum eða hannar, þú veist, urðum til að vera í litlum samfélögum þar sem ríkir svona ákveðin frumstæður kommunismi eins og hann talaði að því að þú veist það eru kannski fólkin í ættbálknum sem þú veist í hærri stöðu en aðrir og meira hlusta þá og eru svona leiðtogar eða eitthvað hannig en það er ekki, þú veist, einhver hópur af fólki sem að bara dóminera annan hóp af fólki, þú veist, það er ekki eitthvað sem verður til fyrir en þú komið með landbúnaðinn og siðmenninguna og svona skipulagi kringu það og það byrjar að vera svona og svo, þú veist, greinaðir þetta og útskýra hvernig þetta er alveg gríðar stór og mikilvægur partur í þróun mannkynssögunar og við erum ennþá í því ferli og teljum að, þú veist ágreiningurinn sem skapast út af þessari svona
út af þessari andstæði að þannig, að mótsögnum að það sé svona lítill partur af mannkyninu sem að samfélaginu sem að hefur stjórnina og að arðræna megnið, að það muni leiða af sér bara spennu sem ýtir undir baráttu frá lægri stéttunum sem mun gefa þeim meiri völd og meiri auð og meiri jöfnuð yfir tíma og Marx leggur þannig fram þetta kemur bæði fram í kommunistávarpinu og fleiri ritum þar sem að þeir spá fyrir það að það verði kommunist samfélagi í framtíðinni þar sem að ekki stéttaágreiningur lengur og í raun þá hverfur ríkið upp og eins og Marx talaði að þá verður bara svona frjáls samskipti sjálfstæðara framleiðenda eitthvað svoleiðis en það er náttúrulega það er eiginlega svona fjarstæðukennd framtíðar hugmynd. Það nú saga kirkjunnar auðvitað, hún mjög samofin þessari stéttabaráttu spillingu og kúgun, ég meina hún hefur náttúrulega verið til hún hefur reyndar ekki verið til á Íslandi nema bara í 1000 ár, því að þú talar 10.000 ára aftur í tíman, en sjáu þið einhverja stefnubreytingu, ég meina þú veist, jú, það auðvitað komin svona frjálslindari prestur og eitthvað svona hjá þjóðkirkjunni okkar sjálfri beinleinis treystu við kirkjunni fyrir því að taka inn þetta unga leitandi fólk eru þau einhvern veginn svona eða eru við kannski bara að fara að stýra þeim aftur þá í einhvern svona íhaldsamari farveg eða hvernig sjáu þið fyrir ykkur hlutverk kirkjunnar svona í framtíðinni þessir ungu menn hljóta að hafa sjálfsákvörðunarrétt til að ganga inn í hvaða tilbeiðsluhús sem þeir vilja ganga inn í og ég held að þjóðkirkjan geti alveg verið góður griðastaður ef þau ná almennilega til þeirra en þannig ég ætla ekki að segja ég vantreysti kirkjunni fyrir þessum ungu mönnum en hvort að þeir muni akkurat leita það en það er ekki mitt að ákveða held ég. Já, svona minnskilning nú geti ég stuðað einhverja kristna en eftir því sem maður har heyrt Jesús segja þá var hann eiginlega bara kommunisti og það er eitt sem mormónar hafa rétt fyrir sér, finnst mér, þegar þeir hafa komið og bankað upp á mér að þeir segja hleypur þeim inn? Já, ég kannski of næs en nei, þeir eru fínir oft þú segja alveg Nei, ekki mér heldur Meginu komið heimsók Þeir segja þetta bara leið og eiginlega fyrsta kirkjan á stofnuð og þá var hann stofnuð í er trúvilla að hún ekki samræmi við boðskap Jesú Krist og ég held það verði bara eiginlega að teljast rétt af því að Jesú talaði alltaf gegn ríkisvaldinu mikið til, þú veist, hann talaði gegn því að við værum að kúa aðra, hann talaði fyrir því að við myndum alltaf hugsa vel okkar minnstu bræður og það sem þú gerir við okkar minnsta bróðir það ert að gera við mig Jesú, þú veist, og þannig en maður veit ekki hvað þessir ungur strákar sem fara inn í þetta, ég vona að þeir taki boðskapinn nærri sér og rækti kærleikann og slíkt og hugsa þá sem minnst mega sín, en ef þeir eru að hlusta mikið á Jordan Peterson og svona, þá er það því miður ekki líklegt, sko. Og Jordan Peterson, já, þú komst inn á það áðan þessi sálfræðingur sem að fór mikinn fyrir nokkrum árum síðan með svolítið svona harðlínu karlmennsku að hægri sinnaðan svona bara málflutning í rauninni já, og eitthvað sem að verið svo hafa einhvern veginn svona undið upp á sig á samskiptamiðlum ég meina, ef við tölum vinstra megin og svo líka bara önnur trúfélög og lífskonufélög eru þau virka á TikTok? Nú bara veit ég það hreinlega ekki. Ekki við Díamant, nei, við erum ekki virka á TikTok ennþá. Nei, það er eitthvað lítið með en kannski einhver einstakir athafnastjórar en það er þá kannski mest úr heimi athafnaþjónustunnar. Þjóðkirkjan á sína fulltrúa ekki sér að Sindri á eitthvað á TikTok, búin að vera lengi og óháðisöfnurinn og alltaf hress. Það gott fólk náttúrulega eiginlega alls staðar og oft þetta bara þess hvað verður úr þessu það svolítið fólki sem þarna og menningin sem einhvern veginn myndast en maður hefur áhyggjur af þessari auknu íhaldssemi og þessum náttúrulega Trump og svona dót sko og þú veist, Peterson bara síonisti, skilur hann elskar Netanyahu og svona og þar eru hermenn, þú veist, hjá hersetiliði Ísrael sem eru, þú veist, með þessa sína sitt trúareit í rassvasanum og meðan þeir fremja ódæðisverkin og réttlæta það með einhverjum 1600 ára gamlum kreddum, skilur þetta bara klikkun.
En hvað hérna fyrir ungt fólk sem að hlustar á samstöðuna, mjög margt ungt fólk, hérna hvar getur þau fundið ykkur? Ef þau langar til þess að, ef þau hafa áhuga á að ganga í lífskoðunarfélag, hvað getur þau gert? Það getur náttúrulega öll gengi í lífskoðunarfélag með því að uppfæra skráningunum sem hjá Þjóðskrá. Það er mjög undarlegt að ríkið haldi skrá utanum lífskoðunum fólks og bókstaflega varhugavert, en þannig er kerfið sem við búum við í dag, sem ég vona að verði nú kannski afnumið innan skamst, innan fárra áratuga. En það er sem sagt hægt að skrá sig til dæmis í Siðmennt í gegnum það, en svo líka bara hægt að skrá sig í Siðmennt í gegnum vefsíðun okkar og borga það aðildagjöld í staðinn. Og við erum með ýmsa félagslega viðburði. Við erum með Siðmenntarþing núna 1. mars, þar sem við ætlum að vera með húmanist bókmenntaspjall. Bjarni Snæbjörnsson ætlar að lesa upp úr sinni ævisögu, Hóp Knútsson ætlar að lesa upp úr óútgefin ævisögu sinni, Bragi Páll ætlar að lesa upp úr einhverjum bókmenntum sínum sem hann hefur skrifað og Linda Vilhjálms að lesa upp ljóð, og svo verðum við með málþing tilhjóðsráðgjöf eða sálgæslu, af því að sálgæslan sem er í boði í dag til dæmis innan Landspítalans er eingörðu kristileg og okkur finnst það bagalegt, þannig að við ætlum að tala um það og svo verður æsispennandi aðalfundir þar sem við kjósum nýjan formann og ársatuðum kvöldið, þannig að þetta væri góður staður til að byrja í Siðmennt á. Já, þetta er greinlega tíminn. Spennandi. Diamant.is sjá okkur, við erum líka með Facebook síðu og Facebook hóp sem er þetta að sækjum að koma inn í. Og einmitt það er hægt að skrá sig í Diamant og þá fáum við þessi sóknargjöld og við nýtum þau nú aðalega bara í að styrkja einhverja svona hagsmunabaráttu eða góðgerastarf og erum aðalfund líka 15. feb, allir velkomnir að kíkja og sjá hvort þeir líst vel á þetta, en við höldum líka úti svona fræðslu dagskrá og erum með það sem við köllum dialektiskar stundir, þar sem við fáum fólk til þess að koma og segja okkur frá hinu og þessu oft tengt stéttabaráttunni. Nú síðast vorum við með Sólveig Önnu að segja okkur frá baráttu Eflingar. Spennandi. Það er bara margt í búði greinlega. Inga Strömland og Karl Héðinn, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og svona aðeins velta steinum þessa nýju þróun og meðal unga fólksins okkar. Takk fyrir búðið, lifi kærleikurinn. Já, ég held að halleluja. Allir tekið undir það. Tókið við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.